Ég set fund númer 208 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga. Til fundarins eru mættir allir aðalmenn í bæjarstjórn að undanskildum bæjarfulltrúanum Friðriki Árnasyni, en í hans stað situr fundinn varabæjarfulltrúinn Ingþór Guðmundsson. Fyrsta mál á dagskrá er samningur fræðsluþjónustu og ég gef orði laust undir þessu máli. Gjörðu svo vel, Gunnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fyrir fundinum endurnýjun á þjónustusamningi við Suðurnesjabæ. Þetta á nú sér langa sögu, en sveitarfélögin 2 hafa unnið mjög náið saman á bæði í velferðarmálum og í skólaþjónustu og gerðu með sér samning árið 2020 til 3 ára, samning sem felur það í sér að Suðurnesjabær sinnir rauninni allir í grunnstoðþjónustu í skólamálum við sveitarfélagið Voga, þannig að í rauninni deilum við skólaskrifstofu og þjónustu talmeinafræðinga, sálfræðinga og öllu því sem tilheyrir skólaskrifstofu. Og sá samningur er að renna út núna í lok júní og var ákveðið að fara í gegnum samningin, reynsluna af honum, og höfum við átt ágæta fundi og samtöl með starfsfólki okkar í leik- og grunnskóla og jafnframt með starfsmönnum Suðurnesjabæjar. Og niðurstaðan úr þeim samtölum var mjög ánægjuleg. Hún var svo að það væri almennt mjög mikil ánægja með þetta samstarf, þjónustuna og þess vegna var í rauninni einboðið að halda því áfram. Þannig að þau drög sem að liggja hér fyrir til staðfestingar og bæjarráð hefur staðfest og bæjarráð Suðurnesjabæjar sömuleiðis, að þau eru mjög lítið breytt frá fyrri samningi. Það eina sem hefur bæst við er rauninni það sem að leiðir af breytingum á lögum farsæld barna, það er samþættingu þjónustu við börn. Þannig að við bætum því inn í samningin og það verður þá að hendi skólaskrifstofu eða sameiginlegar skólaskrifstofu sveitarfélaganna 2 að halda utan samþættingarmálin. En að öðru leyti er þjónustusamningurinn svona innihaldslega óbreyttur. Takk fyrir þetta, Gunnar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá bara hlakkar bæjarstjórn til áframhaldandi samstarfs við Suðurnesjabæ og vonust eftir að gangi vel hér eftir sem hingað til. Og ég ber þetta mál þá bara upp til samþykktar. Og það er samþykkt samhljóða. Mál númer 2 á dagskrá er ráðning sviðsstjóra, en máli hér snýst að í samræmi við 50. grein samþykktar sveitarfélagsins Voga lagði bæjarstjóri til við bæjarráð að Guðrúnu P. Ólafsdóttur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs, sem jafnframt gegnir hlutverki staðgengis bæjarstjóra, sé veitt prókúra frá og með 1. júní næstkomandi. Og ég gef orði laust undir þessu máli. Enginn sem vil taka til máls. En þá vil ég bara bjóða fyrir hönd bæjarstjórnar Guðrúnu bara hjartanlega velkomna til starfa, en hún tekur til starfa á morgun og bæjarstjórn hlakkar bara til samstarfsins og ég ber þetta mál upp til samþykktar og það er samþykkt samhljóða. Næst ætla ég að taka hér saman fyrir 3. til 8. mál. Það eru fundargerðir sem liggja fyrir fundinu til kynningar og eru bornar upp til umræðu. Þær eru fundargerð bæjarráðs frá 10. maí, fundargerð bæjarráðs frá 30. maí, fundargerð afgreiðslufundar byggingafulltrúa frá 25. apríl, fundargerð skipulagsnefndar frá 23. maí, fundargerð frístunda- og menningarnefndar frá 22. maí og fundargerð umhverfisnefndar frá 24. maí. Og ég gefi orði laust undir þessum fundargerðum. Andri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Mér langaði að tala fundargerð skipulagsnefndar og lýsa bara yfir því hvað ég er ánægð með mál 1 IB5. Mér finnst þetta virkilega flott skipulag og ég held að muni koma vel til móts við Grænuborgarsvæði sem er að mestu fjölbýli, en IB5 mun vera að mestu einbýli og par og raðhús og allt á einni hæð.
Þannig ég held að þetta mun bara vega vel á móti og mun vera gott frambúð af alls konar lóðum hérna þegar þetta skipulag verður klárað og kannski verður hægt að fara bara í fyrsta áfangan hérna í gatnagerð eftir ár eða eitthvað svoleiðis. Og svo bara með mál 7 í sömu fundagerð, það er Alta, sem sagt ráðgjafastofa ætlar að hjálpa okkur með Keilisnesið og það svæðið hann í kring, að skipuleggja það og ég er bara mjög ánægður og spenntur að sjá hvað mun koma út úr þessari vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Birgir. Forseti, mig langar aðeins að drepa niður í 5. máli í fundagerð bæjarráðs nr. 376. Það snýr að vinabæjarsamstarfinu. Það er mjög ánægjulegt hvernig það hefur svona tekið ákveðin snúning eftir margra ára dvöl, vinabæjarsamstarfið við Fjalir og mér hlakkar nú bara til að sjá þessa frumraun í þessari vegferð verða veruleika. En leið þá svona myndi ég líka vilja sjá svona til framtíðar að við getum einhvern veginn mótað þetta. Nú verðum við með fulltrúa þarna, bæði frá sveitafélaginu og unglinga frá okkur. Þannig að það eru mjög spennandi að sjá hvernig við getum unnið með þeim og hvaða svona áherslumál við getum tekið upp í þessu samstarfi. Þannig að það er svolítið spennandi tímar í því. Svo bara eins og bæjarfulltrúin Andri kom inn á hér áðan, varðandi 5. mál í fundagerð 377, varðandi Keilisnesið. Þá tek ég undir það að það er spennandi að vera búin að ná þessum ráðgjöfum inn á borð til okkar til þess að vinna þetta með okkur. Því að þetta er náttúrulega við vitum það sem við heyrum hérna í kringum okkur, það er mikil ásókn í atvinnu og iðnaðarsvæði. Og þá skiptir mjög miklu máli að vanda sér til verka og hvað er betra þá en að fá ráðgjafa með í för og reyna að hjálpa okkur í gegnum þetta stóra verkefni. Og þarna verða kannski svona mikli framtíðamöguleikar og við verðum að vanda okkur mjög vel við þessa vinnu. Þannig að ég hlakka til samstarfsins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Birgir. Fleiri sem takk til máls. Inga, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins til að stikla á máli 3 og 4 í síðustu fundagerð umhverfisnefndar. Nú er hreinsunarvika byrjuð og við hvetjum bæjarbúa að taka höndum saman og gera snyrtilegt í sínu nánustu umhverfi og í bænum okkar allara. Gámur fyrir garðúrgang er komin á plani við tjaldsvæðið og mun síðan umhverfisdeild taka ruslapoka sem settir eru út við lóðamörk. Og stemt verður að því að klára græna reitin við Vogagerði 23 sem byrjað var á síðasta sumar. Og 4. mál, það er vinnuskólinn. Yfir 40 nemendur sóttu í vinnuskólanum í ár. Breytt fyrirkomulag verður og mun vinnuskólinn vinna að verkefni sem nefnist á grænni grein. Lögð verður áhersla á fræðslu einu sinni í viku eins og til dæmis skyndihjálp frá Rauða krossinum og fjármálafræðsla. Þau munu taka 2 námskeið réttindi og skyldur á vinnumarkaði ásamt fleiri námskeiðum. Ef nemendur vinnuskólans tekst að klára öll þessi 7 skref sem sett verða upp, færi vinnuskólinn grænfánan. Svipað við höfum í Stórvogsskóla, það er grænfánaskóli. Og heilsustefna í leikskólanum, þannig við erum svona réttri átt með. En vinnuskólinn byrjar 12. júní. Takk. Takk fyrir þetta, Inga. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós? Og ef svo er ekki, þá bara vil ég taka undir með bæjarfulltrúum sem hér hafa tekið til máls. Við bara öllum þeim málum sem hér hafa komið inn á. Ég persónulega sérstaklega ánægði með skipulagið og IP5 skuli vera raungerast og svona í komandi framtíð mun sveitafélag eiga nægt lóðaframboð þegar að uppsveiflan í þjóðfélaginu kemur aftur sem hún ættir að gera. En á þessu fundi er ekki fleiri mál á dagskrá og ég segi þá fundi slitið við Hamarshögg.